Já, komið sæl. Það var nú svona sammelega mildt hjá okkur í dag, allan það sem að hiti fór hæst undir Eyjafjöllum í tæp 13 stig á veðurstöðinu á Steinum. En svona með öðru leyti þá var hiti á bilinu 5-10 stig hér sunnan til en nokkurum gráðum lægra fyrir norðan og jafnvel að það væri frost inn til landsins þar nú síðdegis. En svona varandi þróun veðurkjara hér til morguns að þá svo sem ekki mikið að breytast hjá okkur. Læðirnar hér að tafna sig suður og suðvestur af landi, hæðarhryggur hér fyrir norðarland við mitt og milli og svona nokkuð þétta þrýstilínur, ágætis blástur sérstaklega með suður og norðurströndinni og einhver úrkomu mun gæta austanvert landi en það þó ekki í miklu magni. Og við sjáum á hitasviðinu að það svona ákveðin pattstað á milli þessara tveggja loftmassa hér norður af og hlýra loftin sem hér suður fyrir landi. En allar spár benda til þess þó að kalda loftið muni nú hafa vinningi þegar komið fram yfir helgi og sérstaklega þegar komið fram í miðja viku og það verður nú svona heilt yfir frost þá á landinu. Í nærmyndinu þá sjáum við að það var nú klukkan 19 svona úrkomuflekkir á austanverðu landinu, lítið að öðru leyti og bjartviður hér á norðvesturhorninu og staðan svo sem breytist ekki mikið til morguns þétta þrýstilínur og getur verið að slá í stormin hér úti fyrir suðurströndinni og allhvass vindur úti fyrir norðurströndinni en stóru myndinu varandi úrkomu skýjafar og jafnvel hitafar þá svo smengar afgerandi breytingar til morguns. Það er kannski ekki víst að við fáum alveg sama hámarkshita hér sunnanlands líkt og í dag, gæti verið einhverjum 2 gráðum lægri. En og við sjáum að hvað varðar svona skýjafari, að það skýjað á austurhelmingi landsins og getur ringt svona allan öðru hvoru þá sérstaklega á Austfjörðum en bjart veður hér bæði vestur og norðvesturhorninu. En það sem gerir síðan eftir þegar fer svona smám saman að halla meira í norðaustanátt þegar komið fram á mánudaginn og þá fer kaldaloftið að skríða hér til suðurs yfir landi og við munum sjálfsagt sjá þess merki í hitatölum og strax þá á mánudag verða svona eilítið lægri en öðru liti ekki mikla breytingar að sjá í þessari mynd en í framhaldinu síðan þá á þriðjudag þá sjáum við að það áfram norðaustlátt þétta þrýstilínur vindur svona heilt yfir þetta 8-13 metrar á sekúndu sums staðar hægari þó inn til landsins en hér komið frost inn í myndina á norður og jafnvel austrandi líka og hitatölu hér sunnan og vestanlands nú ekki íkja háar, bara örfáum gráðum yfir núllinu yfir hádaginn. Ætti þó að vera semmilega bjart bæði sunnan og vestan til og jafnvel á köflum á Norðurlandi vestra en verið alltaf geta snjóað eitthvað lítilega á norðausturhorni landsins. Og svo sem ekki mikið sem breytist síðan þá fram til miðvikudags eins og við sjáum hér heilt yfir frost á landinu, svona sumstaðar hér sunnan og vestanland sem að getur verið rétt við núllið eða skriðið eilítið yfir en sem fer tiltölulega þurrt loft og ekki mikla úrkoma að finna í þessu, eilítið snjókoma kannski hér á norðausturhorni landsins líkt og á þriðjudag. En á meginlandi Evrópu þá svona stefnir í svona ágætisdag á Skandinavíu morgun og hitastölu það nú svona heilt yfir undir 10 stigum. Skil að fara yfir Bretlandseyjar, geti ringt til að mynda í Edinborg og jafnvel síðan meir í London. Sjáum svona skúraflekki víða í miðhluta álfunnar hiti 10-15 stig en svo erum við nálgast 20 stigin þegar komum hér sunnar í álfunni niður að Miðjarðarhafi. 15 stiga spá í Madrid á morgun og 15-20 svona á stórum svæðum á Íberíuskaga, skríður yfir 20 stigin þó hér við suður og austurströndina. Hvað var það Kanareyjar að þá, þetta svona nokkuð hefðbundur alltaf þó spænska veðurstofan að gera ráð fyrir það verður nú meira skýjað á morgun og geti jafnvel ringt eitthvað lítilega tíma. Og hvað var þar Norður-Ameríku og þá við erum við lægð hér rétt norðvestur af New York og svo hæð hér vestur af Minneapolis og þessi 2 kerfi að dæla hér köldu lofti til suðurs og kólnandi við þar á slóðum.
en við skulum setja gott að vera í dag, verið sæl.